Jón, það var dramatískur leikur fyrir vestan síðast þessi lið mættust, það var rautt spjald og 2 jafntefli. Talaði við Davíð hérna áðan og hann talaði tengingar milli liðana. Er þetta eitthvað svona sérstakur leikur fyrir þig? Þú náttúrulega þjálfaði vestra ekki alls fyrir löngu. Er þetta einhverju leiti öðruvísi fyrir þig að mæta þeim? Já, gríðarlega hlýjar minningar af Ísafirði og byggum þar fjölskyldan eitt sumar og leið gríðarlega vel þar og gríðarlega vel tekið á mót okkur og eignumst góða vini þar. Gekk mjög vel, þannig að ég get ekkert neita því að þetta var líka bara já, hvað vil ég segja, þetta var bara gríðarlega mikilvægt fyrir mig, mikilvægt tími fyrir mig, mikilvægt tækifæri fyrir mig að koma mér aftur í þjálfun eftir erfiða tíma, þannig að það var gríðarlega vel tekið á móti mér og ég er ævilega þakklátur fyrir það og þannig að já, það er mér þykir vænt þetta lið, mér þykir vænt þennan stað og allt það en þessi knattspyrnuleikur í sjálfu sér svo sem er svo sem ekkert öðruvísi en hver annar í okkar vegferð. Við erum á braut þar sem við viljum gera vel á heimavelli, við erum og höfum verið að gera það í undanförnum leikjum, laga okkar heimavalla árangur, hann var ekkert sérstakur í fyrra heldur og byrjuðum ekki nógu vel á heimavelli þetta tímabil, þannig að við erum starfraunir í því að gera það og höfum gert það vel í undanförnum leikjum, þannig að þetta er svo sem ekkert öðruvísi verkefni þessi einstaki leikur. Fyrri umferðin er lokið núna og núna erum við að sigla í það seinni. Þetta var mjög kaflaskipt byrjun hjá Skagamönnum. Fyrstu leikirnir voru ekki góðir en núna er Skagaliðið bara orðið heitasta liðið landsins. Það 5 leikir komnir í röð og þeir vonast vantarlega til að sá 7. komi hér í dag. Hvað breyttist á þessum tíma? Af hverju var svona gríðarlega mikil uppeyja í raun og veru árangri liðsins? Það sem breyttist, við höfum svo sem rætt áður að vellinni breyttust, veðrið breyttist, þannig að allar aðstæður til knattspyrnuiðkunar breyttust og við erum með gott fótboltalið, við erum með gríðarlega góða fótboltamenn innan okkar raða sem að gerir það að verkum að við vissum það alveg eftir sem á sumarið liðið okkar myndi batna. Mörgum af þessum leikjum fannst okkur við vera á réttri leið hvað var það spilamennsku liðsins, þannig að við auðvitað var stiga söfnunin sem olli okkur vonbrigðum og áhyggjum en það voru svo sem aldrei neinar efasemdir það að liðið sem slíkt væri á réttri leið en það gera svona hlutir ekkert að sjálfu sér. En innkoma Steinars Þorsteins? Hún er auðvitað bara gríðarlega mikil og Steinar ekki bara frábær fótboltamaður heldur gerir leikmenn í kringum sig betri. Þú getur séð Gísla spila miklu betur eftir því sem að Steinar hefur vaxið, sama með Viktor og þú getur farið þá keðju aftar í liðið að við erum með, eins og ég segi, flinka fótboltamenn, góða fótboltamenn í liðinu sem að gera hvern annan betri en þetta hefur verið algjörlega frábært að fá Steinar inn í þessu formi inn í liðið og þetta bara frábær fótboltamaður sem að gera gæfu muninn. En núna, þið getur komið upp í annað sæti með sigri hér í dag. Afturölding virðist vera að stinga af, þeir virðist ekki geta misstigið sig. Heldur þetta sé bara spurning er þetta bara kapphlaup að ná sæti í úrslitakeppninni? Er Afturölding komin bara með aðra löppina í efstu deild? Við skulum sjá til, við hefum leik hérna í dag kl. 2, þeir eru leik kl. 4, þannig að við þurfum að einbeita okkur að bara okkar verkefni, okkar vegferð og okkar leikjum og vinna þá og við höfum hörku leik hérna framundan á móti öflugu vestralið. Þeir eru gríðarlega bæði líkamlega sterkir, þeir eru vel þjálfaðir, góðu formi skipulagðir, það er erfitt að spila við þá, þannig að við skulum einbeita okkur að því varðandi deildina þá held ég að hún sé hvergi nærri búin. Þessi deild er auðvitað mjög sérstök deild upp á það að gera það nýtt fyrirkomulag, þannig að allt í einu ertu 2-3 leikir gjörbreyta þessari deild. Við höfum séð það, við höfum séð Leiknislið besta dæmið það, allt í einu komið bara á fleygiferð í baráttu þetta umspilsæti eftir 2 sigra, þannig að hún er ekki hálfnuð deildin, þannig að ég held að það er margt eftir að gerast en það er auðvitað Afturölding í frábæri stöðu með
að fara líka í periódu þess að eiga heimaleiki 4 í röð held ég, þannig að auðvitað lítur þetta gríðarlega vel út hjá þeim og þeir eru svo sannarlega í bílstjórasætinu. En nú félagaskipti að glugginn opna, áttu von á því að einhverjir leikmenn Skagans fari eða einhverjir komi eða einhverjar breytingar á leikmannahópnum í vændum? Ekki eins og staðan í dag. Ég gríðarlega ánægður með leikmannahópinn. Þannig að ég á ekki von að breytist neitt hvað það varðar, ekki nema eitthvað mjög óvænt gerist. Síðan verði ég að spyrja að lokum bara fyrir Skagamenn sem eru mjög spenntir fyrir þessu að við vitum það að Björn Bergmann er núna að koma sér fyrir á Akranesi. Er einhver von að Skagamenn geti síðan spila hvort sem það er haust eða á þessu ári bara? Við höldum í vonina en eins og staðan núna þá lítur þá eiginlega bara get ég ekki svarað því á þessum tímapunkti. Það hefur í sjálfu sér ekkert breyst frá því í vor. Þetta er draumur og eins og staðan er í dag þá hefur það ekki breyst. Við erum ekkert að færast nær því. Við höldum í draumurinn lifir en ég get ekkert sagt neitt mikið meir það núna. Takk að kærlega fyrir og gangi vel í dag. Takk fyrir. Davíð, dramatískur leikur fyrir vestan, síðast þessi lið mættust, 2-2, rautt spjald og fleira. Hverju eigum við vona hér í dag? Já, bara vona á mjög svipuðum leik. Það eru ákveðnar tengingar hérna mann á milli og þannig að ég á bara vona því að menn vilji gefa allt í þetta. Bæði þar að segja tengingar frá mér til Skagans, þar að segja leikmanna sem eru þar og auðvitað var Jón þjálfari vestra og þannig að það eru tengingar og ég held að séu allir klárir á því að vilja standa sig hér í dag. Þú talar tengingar, það varst vantarlega vísi Arnleif og Ákon. Kortengja, mér langar nú bara að spyrja þig fyrst þú nefnir það. Hefðirðu viljað fá þessa leikmenn til dæmis í vestra á sín tíma? Reyndirðu það? Já, ég held að sé alveg klárt að allir þjálfarar vilja fá góða leikmenn til sín og sérstaklega þeir hafa átt góðu gengi að fagna með þeim leikmennum, þannig að það er alveg klárt. Já. Fyrri umferðinni er lokið núna og þú varst ansi hvassi viðtalið fyrir nokkrum leikjum síðan og það virtist vera eins og að vera einhvers konar vonbrigði kannski með spilamennsku liðsins. Ef þú gerir upp þessa fyrri umferð, var hún vonbrigði, 8. sæti og ekki ofar í töflunni það? Já, úrslitin eru klárlega vonbrigði en mér finnst spilamennska liðsins aldrei hafa verið þannig að maður getur farið út úr leik og hugsað að við vorum miklu lélegri aðilinn og áttum ekkert skilið úr leiknum. Mér finnst ég aldrei hafa upplifað það í sumar, ekki einu sinni í einum leik. Þannig að spilamennska liðsins hefur kannski verið jöfn en okkur hefur vantað kannski svona pínu svona X-performances. Það er að segja það sem við gefum eitthvað svona ekstra og sýnum eitthvað aðeins meira og svo eru þetta eftir innan leik sem þú ert að vitni hérna þá voru náttúrulega ákveðin svona atriði leiknum sem voru bara alls ekki nógu góð þess að svona maður má sletta aðeins að svona switch off moments og það er bara alltaf dýrt í fótbolta að slökkva á sér og fá ómikið af mörkum í svoleiðis momentum eins og föstu leikatriðum að það er eitthvað sem má bara ekki vera, skilur. Þú getur spila vel í 90 mínútur en fengið á 3 mörk að því þú slekkur á því 3 í leiknum. Það er bara ekki pláss fyrir það á þessu leveli. Það er samt sem áður þótti sér í 8. sæti og mjög stutt náttúrulega í þessa úrslitakeppni sem þetta nýja fyrirkomulagi í þessari deild. En það er líka mjög stutt í botnin. Þú vantarlega býst við því að þið séu að fara að berjast úrslitakeppnissæti frekar en annað? Já, ég meina við horfum auðvitað bara upp töfluna. Ég er ekkert að velta því fyrir mig hvað er fyrir neðan mig en ég horfi líka bara á einn leik í einu og vænti þess bara að fá framistöður í hverjum leik, skiluru. Þannig að ég meira segja þannig að ég valla veit hvaða leikur er á eftir þeim leik sem er framundan, sko. Ég vill bara horfa á einn leik í einu og vera að velta sér eitthvað töflinu og eitthvað svona. Það er bara hausverkur sem ég hef ekki tíma fyrir að vera að velta mér upp úr. Nú fer félagaskiptaglugginn að opna. Áttu vona því að það verði breytingar þínu leikmannahóp? Er einhvern sem er að fara eða einhvern sem er að koma? Einhvern sem getur sagt okkur um það? Já, ekki vona því að neitt fari en eins og ég sagði svo sem áðan að sem þjálfari þá var maður alltaf að leita eftir einhverju til að styrkja liðið og ég tala ekki eins og þú nefnir réttilega þessi úrslitakeppni og annað að menn þurfa stóra hópa og við erum ekki með stóran hóp þannig að já, vissulega erum við að horfa kringum okkur. Og er það erlendis eða hérlendis sem þið ætlaði að sækja leikmann? Já, það er bæði. Við höfum mikið verið að reyna að sækja íslenska leikmenn og sem betur fyrir sá filter á því að þeir leikmenn sem treysta sér ekki til að koma á Ísafjörð og það eru leikmenn sem ég kæri mig ekki í vestra, það er svo einfalt það. Hjá okkur er þetta bara þannig að þeir sem eru tilbúin að leggja það á sig að vera fyrir vestan og hugsa aðalega fótbolta, það eru þeir leikmenn sem ég tek fagnandi. Takk að kærlega fyrir og gangið vel í dag. Takk kærlega. Takk strákar. Já, góðan daginn kæru áhorfendur hér á Norðurhólsvöll. Við erum komin hér að fylgjast með leik IA og Vestra í Lengjudeildinni. Arnar Már Guðjónsson heiti ég og hliðinn á mér situr góðkunningi minn Andri Júlíusson. Velkomin. Takk fyrir það, góðan daginn.
Það er mikil spenna fyrir þessu leik, þetta er mjög mikilvæg leikur fyrir okkar menn, búin að vera á flottu rönni hér í dag. Sjáum hér Alex Davey, hann skilur alltaf sinni vinnu, þó að hásinu sé slæm, flottur með krakkan alltaf. Já, frábær. Hann er reyndar aðeins að skána í hásinu, Mario töframaður, hann er að koma honum í stand, ætli hann verði ekki klár bara fljótlega. Nei, hann er ótrúlegu töframaður á Mario, þannig að... Já, ég hef heyrt góða hluti á honum. Menn er að segja að hann hafi púslað Steinari bara upp á nýtt. Heldur betur maður. En þeir eru búin að sjá það í síðustu leikjum, Steinar er búin að vera geggjaður. Já, Steinar stíði virkilega upp núna og það var góða við Steinari að hann gerir líka aðra leikmenn betri í kringu sinni, sko. Já, það er oft hann með góða fótboltamenn. En eins og segja, við erum að mæta hérna Vestra í dag. Þetta eru gömlu lærisveinar hans Jón Þórs og þetta gæti orðið erfiður leikur. Þeir eru vel skipulagðir. Já, við þekkjum svo sem þetta Vestra lið, við vitum fyrir hvað þeir standa. Þeir eru alltaf að koma með læti og berjast og við horfðum nú saman á leikinn í höllinni í vetur þar sem þeir voru bara hörku góðir og voru með sitt plan á hreinu þó að Skaginn hafi unnið. En við sjáum hérna byrjunarliðin og það er í markinu að vanna er Árni Marinó, Jóhannes Wall í vörninni með Hlyn Sævari, Arnleifur vinstri bakverði, Jón Gísli, Viktor Jóns, Steinar Þorsteins, Gísli Lagsdal, Haukur Andri mættur aftur, Indrið Áki og fyrirliðin er Arnór Smárusson og svo að vestra liðinu það eru í markinu Rafael, Morten Olsen, Elvar Baldunsson, Fatay Tufesic, Ignacio fyrirliði, Ongun Dennis Yaldir, Ibrahim Balde, Gustaf Hjeltsen, Serginho Fól og Mikkel Elbek Jakobsen. Já, 2 breytingar á liði Skagamanna frá því síðast. Jón Gísli, hann byrjaði síðast. Hákon fer út, Jón Gísli fer sennilega í bakvörðinn og Hlynur í hafsendin, býst ég við, þó að Hlynur gæti svo sem alveg farið í bakvörðinn líka. Já, það er gaman að sjá hvernig. Svo kemur Haukur Andri inn. Ætti að koma ferskur fyrir Inga Sig. Eftir svona, súrsæta ferð út með 19. Já, við Skagamenn hefðum náttúrulega viljað sjá hann spila meira en frábær tækifæri fyrir hann og góð reynsla sem hann tekur með sér. Já, nákvæmlega. En við sjáum hérna ganga inn á völlinn, Arnór leiði sína menn. Ég held sem mistök hérna í metrar á sekúndum, ég sýnst alveg vera blanka logg. Já, það er blanki. Já. Við erum vanið því líka. Svo er það, sko. En það er nú einhver reytingur í brekkunni hérna, það er ekki, er fólk að það í útilegum? Nei, er ekki bara nýr á Akapalli, það fara að skila sér fljótlega, það er svolítið stýrindis hambúrgarar í bóði. Svo var Candyfloss líka? Já, Candyfloss vel og hoppukastali og það er allt til alls hér. En hérna sjáum við einnig dómara leiksins, það er hann nafni minn Arnar Þór, hann var dómari í dag. Mættastur fyrirliðarnir. 88 á bakinu, hvað finnst þér um það? Er það? Já, sko, ég er hrifinn af því, hann er alltaf fæddur 88. Já, má ekki glemma. Hann var með 88 út í Lilleström. Þannig að hann var með það úti líka. Kann bara vel við það. Ég setti stæla á þetta fyrst, sko, en úr því að hann var með þetta úti, þá leyfi ég það. Já. Þú ert ekki hrifinn af þessu? Ég hef ekki gert þetta persónulega sjálfur, ég er enda að geta lítið sagt, ég var nummer 1 hjá Káa, þannig að það er ákveðnu stælar þar líka. Þú hefur sannlega byrjað þetta rugla allt saman. Já, ég og Bjössi Hreiðarsmanni 2008 þegar þetta var leitt. Það voru stælar. En hvað sérðu fyrir þér? Við hefum ekki að fá spá? Ég er náttúrulega... Við erum á svaka raunni, í rauninni og heimavelli á þetta að vera skildu sigur vil ég meina hjá okkur. Ég ætla að henda í solid 3-0 Skaginn. 3-0 Skaginn. Við skorum snemma fyrsta korterinu og ég ætla bara að henda þrennu á Viktor. Það er svoleiðis? Þetta verður Viktors leikurinn. So hot right now, Viktor Jónsson. En hvað segir þú? Sko... Já, ég er ekki alveg... Jú, ég er bjartsýnn, en ég ætla að fara í 2-0.
2-0 Skaginn. Já. Þetta fer svolítið eftir í hversu lengi þeir ná að hanga á 0-inu vestramenn, sko. Já, en ég held nefnilega það sé máli. Við þurfum að skora snemma og... Með hverju mínútinni þá eflast þeir. En við byrjum með sterkum vindi hérna í lognunni á Skaganum. Það verður gaman að sjá. Arnór Már að neglur hann upp á Gísla. Já, virkilega gaman að sjá Gísla núna síðustu leiki. Hann hefur verið að stíga upp. Já, klálega. Hann á alveg helling inni, bara framlagi. Sko. Hann á bara að vera bestur í þessari deild. Já, ég er sammála. Í rauninni ég ætti að vera með bara 2 af 3 bestu leikmannum deildarinnar í þá Steinari, Gísla og ég á Viktor náttúrulega. Það ættu Viktor og Arnór inn í þetta. Já. Arnleifur tekur yngast, hendur hann meira Val. Hliðsarinn vel útkvíldur eins og sást í spánni á fótbolti.net ef fólk var búið að lesa það var Eggert Aron með ótrúlega innsýn inn í Skagalið. Ég hef ekki séð þetta þar. Steinar með boltan. Heldur hann vel. Aja, innkast fyrir Skagamenn. Já, Hlynur býr vel að því að eiga stórkostlegan tindapoppa sem að hjálpa honum við bara allt mögulegt, en tindapappa sem er að sjálfsögðu fyrir leikmaður Skagamanna, Steinar Adolfs. Jú. Og hann er búinn að vera slæmur í bakinu gegnum árun, en alltaf klárið að hoppa inn fyrir Hlinsaran, einhvern veginn. Já. Þannig að við sittum, en Hlynur er sterkur, maður sjá, langt yngast, Jón Gísli. Viktor með boltan. Ói. Þetta er náttúrulega bara vopn að hafa. Hvernig hérna vorum við búin að lesa eitthvað í þetta? Já, Hlynur er bara fyrir beint í hafsendinu og Jón Gísli í bakurinn. Já. Ég veit að við erum ánægðir með Jón Gísla upp á síðkasti. Hann hefur komið sterkur inn í þetta. Og það er leikmaður sem ég hef haft trúað gegnum tíðina en hefur einhvern veginn ekki alveg náð að finna sig. Já, við erum alltaf að bíða eftir þessu svona stökki hjá hann, svona þessu stabiliteti. Af því hann er með góða leikskýling og góða spyrnur. Í rauninni með allt sem þarf. Já. Haukurinn keyrir á hann. Byrjar ágætlega, það er pressa á það hérna. Indri gerir vel, vinnur boltan, tökur sitt. Maður sjá í vesturliðinu, það eru 10 erlendir leikmenn í byrjunarliðinu. Það sést ekki oft. Já, það er svona, það er ein leiðin að fara í þessu. Ég veit svo sem ekki hversu mikið yngri flokkastarf þeir hafa, hvort þetta sé bara eina leiðin. Annars veit ég sko að Elmar Atli fyrirliðin þeirra, hann er á bekknum, hvort það sé að koma úr meiðslum eða hvað, Benedikt Warren sem að spilaði nú hérna í fyrra, ekki? Jú. Með flotta leikmenn en auðvitað er þetta erfiðar aðstæður og það þarf að fylla í hóp. Já. Það eru vestramenn fá hornspyrnu, setja hann fyrir. Árni gerir vel. Jóhannes Val með boltan. Rosalega munur á liðinu eftir að Arnór kom inn. Hversu mikla ró hann hefur fengið inn á miðsvæði. Já, þú segir og fylgist maður með honum að hann stýrir öllum í kringum sig og segir þessum að fara þangað og þessi að taka hlaup þangað og þannig að þeir er mikilvægt að fá hann inn og þeir hlusta á hann líka. Já, ég er í rauninu bara eins og leikstjórnandi þarna inn á miðjunni. Sko. En liðin svona aðeins að þreifa fyrir sig þetta byrja bara í löngu boltum og Jón Gísli vinnur vel inn í, keyrir upp. Já, það byrjar svona eins og við máttum búast við. Skaginn aðeins meira með boltan og hérna vestramenn að reifa fyrir sér. Þeir eru þéttir fyrir eins og við bjúkumst við. Og þeir náttúrulega koma úr sigurleiki líka. Þeir unnu Þróttara í síðustu umferð þannig að þetta er líka svona smá statement leikur fyrir þá að stimpla sig inn í deildina. Já, þeir eru farnir að gæja augunum á playoff-sæti. Þetta er náttúrulega allt annað landslag í þessari deild en hefur verið áður. Þetta ert alltaf í séns að þú ert í, segjum bara top 6-7 sætunum fram að síðustu umferð. Sjáum fyrir okkur alveg góð 6-7 lið að berjast þessi
Já, ég var að segja 2 lausu sæti í þessari úrslitakeppni. Já, nákvæmlega. Það sé greinilega Ignacio Gil er svona þeirra playmaker í vestra liðinu, stýrir þeirra spili. Gísli vinnur boltan þarna, sterkur. Brot, hann rífur aðeins í hennan, þetta er rétt. Já, ekki. Það þýðir ekkert að... Ekkert að heila við dómarann. Nei, það þýðir ekki, Andri, við vitum það báðir. Jú. Það er hægt að gera, en það þýðir ekkert. Ég reyndi sjálfur í 20 ár, ég man ekki eftir að það hefði virkað. Frekar í hinn áttina. Það er nú ágætis magna leikmennu sem hafa spilað fyrir bæði þessi félög. Menn vildu meina fyrst og fremst var þetta Sindra Snæfellsslagari. Já. Hvað segir það? Eru Kári Ársæls, hann spilaði með okkur hérna upp á Skaga og fór svo vestur. Já, var ekki búið að stilla upp sameiginlegu liði hérna. Jú, ég sá það reyndar. Twitter. Góð pressa þarna. Marvin var í markinu, hann nú hérna á bekknum. Jú. Hann nú með þetta, Snorri var með hans í skemmtilega. Já, var það Snorri sjálfur sem setti þetta inn? Já, í að tíu gangurinn. Eða hvað er... Heimavinna. En þá vorum við með Hákon Inga, náttúrulega okkar maður hérna á bekknum í dag. Hann var hérna með brósa fyrir vestan. Já. Gísli fer á ferðina. Það er ekki. Já, eins og segi, Kári Ársælsson, okkar allra besti Breiðabliksmaður, og Sindri Snæfells, Kristins, Theo Förnes, mannstu eftir honum? Já, ég man eftir honum. Ég spilaði nú reyndar ekki með honum, en ég man eftir honum. Það var ákveðið. Spilaði hann í Vestra eða var hann í gamla góða BI? Ég held að það hafi verið BI, sko. Ég man eftir því. Gaman að segja, Theo Förnes, sá gæði ég elskaði snakkbókan. Já, ég hef aldrei síðan hann eins þegar hann kom 1 árið eftir hérna októberfrí. Það var litli boltinn, sko. En svo setur Snorri upp hérna Ingimar Elí, mannstu út í því? Hann hafi spilað fyrir vestan, já, hann er oft talað mikið það, sko. Hann hafi verið kóngurinn fyrir vestan. Arnleifur missir boltan á hættulegum stað. Hlynur leysir vel. Þarna eru við með Gísla á svæði, þá vil ég bara fá hann á ferðina. Já, hann var að nýta hraðan sem hann hefur og bara sparka og hlaupa. En svo klárum þetta lið hjá Snorra, ég hafði mjög gaman að þessu. Páll Sindri Einarsson, auðvitað, Palli Bondi. Og svo erum við með Snorri setur sem fyrirliða Atla Guðjónsson. Á miðjuna. Já. Veit ekki með það. Sölvi Geir Gylfason, Borgnesvingurinn okkar besti. En býtur nú við, Páll Sindri. Hvað hann marga í að leiki? Svo er það. Á hann bara þessar 12 mínútur sem hann fekk hérna 2018? Já, það er bara meiri en aðri, sko. Það er rétt. Það telur. Það telur, sko. Það er glæsilegur á velli. Palli? Já. Sá að glæsilegur. Það er þetta að sjá hann á... Kúlbettkóngurinn. Kúlbettkóngurinn. Hitt hann fyrir niður Akapall á hann. Hann var komin upp í 50%. En svo klárum liðið núna. Það er Hálfdán Gíslason. Já. Legendi. Já. Sonur Jóhanni frönskukennara. Vissir það? Nei, reynda vissi ég það. Það er reynda sturlu staðarinn, sko. Ég eyti mörgum tímanum með henni Jóhanni, sko. Jú. Mammas dána. Og svo er það Vorunin. Benedikt. Og svo er náttúrulega með þjálfaran. En fylgist aðeins með þessari aukaspyrnu hérna. Kemur hár á fjær. Viktor gerir vel. Það er burti með þetta. Finnst þið Vestramenn aðeins svona að vera að ná tökum á vellinum og leiknum þessa stundina? Ég get sagt að það Gróttumenn eru komin yfir á móti Grindavík. Það er svoleiðis. Þeir eru ungi og efnilegi Tómas Jóhann. Við þurfum eitthvað að gera í þessu. Þeir eru að ná að opna okkur og komast aðeins inn í miðun okkur og út á kantana. Við verðum að vera á tánum með þetta. Gróttumenn komnir yfir, segirðu? Já. Tómas Jóhannsson, er rétt
hjá mér 2007 módelið. Já, ég heyrt mikla hluti á honum. Já. Hann er vist bara bestur í þessu liði. En svo erum við náttúrulega, svo ég tala nú enn og aftur þetta sameiginlega lið. Það eru þjálfarar Jón Þór Hauksson og Guðjón Þórðarsson. Jón Þór Hauksson fyrir Vestra, Gauji fyrir BÍ Bolungarvík. Já. Það er lærifariðinn og lærlingurinn. Já, þú ætti að segja það. En eins og segja, Vestramenn komnir með aðeins svona yfirhöndina á vellinu sem svona er. Kemur langur bolti fram. Mikael finnur hann út á kantinn. 1-1. Eindrið gerir frábærlega. Gísli með opið svæði. Það ná boltanum aðeins í spil og halda honum aðeins. Gerðum svo vel í síðasta leik á móti Njarðvík. Já, Arnleifur gerir mjög vel. Keyrir upp kantinn. Frábærlega gert. Já, vinnur innkast. Skæðin á. Það gerir Arnleifur mjög vel. Já. Einhver Andri finnur Nóra. Jón Gísli. Tilbaka á Arnór. Hvernig finnst þér Val hafa komið inn svona í hafsendin? Hann er náttúrulega ekki hafsendað upplegi. Nei, þetta er náttúrulega pínu challenge fyrir hann. Hann er sko... Val er hörku spilari, hann var frábær. Hann var mjög góður bakvörður. En ég sá það og vissi að því að strax bara í fyrra þá sá Jón Þór hann fyrir sér sem fyrsta ár bakvörður og svo myndi að spila hérna bara í 10 ár sem hafsend og hann er svona aðeins á vaxinn í þetta hlutverk. Já. Hann kannski þarf svona líder með sér. Já, það væri maður sem er óvanur að spila þessu stöðu. En hann hefur náttúrulega hraða og gæði í að spila. Hann er með algjöran professional líkama og hugsunarhátt, sko. Og huggulegur er hann, það er ekki tíma fyrir. Hann byrjar nú ekki að því. Indrið gerir vel hann. Þetta er mikil stöðubarátta hérna á miðjunni þessa stundina. Já. Hann bara byrjar rólega. Hvorugt liðið fengi hættulegt færi. Það er svona að þreifa okkur öðru. Viktor pressar. Og Arnór fer í tæklingu þarna. 50-50 bolti. Nafnið með allt á hreinu. Þetta er bara brota áfram. Já. Jón Gísli missir á boltana þarna. Indriði sópar upp. Færa yfir Skæin alltaf greinilega að leita réttu mómentunum til að pressa. Þeir eru að droppa aðeins þessa stundina og bíða eftir mómentinu. Keyrir á Jón Gísla, kemur með kross. Val gerir vel, skallar hann í burtu. Fyrirgjöf. Hornið fer út í þetta ekki alveg viss. Ránstað. Já, Vestramenn eru að ná góðum spilköflum. Halda vel í boltann og komast ofar á völlinn. Já, mér finnst þið klárlega búin að vera að taka yfirhundana í þessum leik, sko. Við þurfum aðeins að vakna. Þeir eru að opna kantana hjá okkur aðeins auðvitað fyrir kross möguleika. Marna finnur Haug, vinstri góð þarna. Val finnur Viktor.
Frábærlega gert hjá Hauki. Það er hátt orkustig hjá Hauki, það er gaman að horfa á hann spila. En aftur eru þeir komnir upp í vinstri kantiðinn. Hlynur loka vel, glæsilega gert hjá Hlyn. Þetta er bara... Stað með þig. Gísli komin á fulla ferð hérna. Gísli verður bara að gera betur þarna. Setja að kröfu á hann. Já. En þetta eru moment. Það eru greinilega moment í að breyka á þá þegar þeir eru búin að færa liðið aðeins ofar. Það eru stöðu til að refsa þeim og þeir eru það vel skipulaðir í venjulegu uppspili. Slögsending hérna, beint af Jónsval, Indriði með boltan. Finnur Viktor. Glæsilega gert, Finnur Arnleif út á vinstri kantinum. Kemur honum fyrir. Veit ekki með þetta. Viktor ekki sáttur. Sjáum þetta aftur hérna. Já. Ódýrt. Enn og aftur, við erum ekki að fara að breyta þessu. Nei. Orðaskipti hérna milli Davíðs og Jón Þórs. Já, mér heyrðist hann að vera að bauna eitthvað á línuverði. Það er nú algjör óþarfi, ég má segja það. Já. Ég er enda að kalla, þetta eru aðstofadómarar Andri, þetta eru ekki línuverðir. Já. Nacho Gil með gæði þarna miðsvæðina, það er alveg greinilegt. Já, það er augljóst að það á mikið að fara í gegnum hann á miðunni. Er þetta ekki Nacho sem var í Þór? Jú. Já. Góður leikmaður, ég spilaði nokkuð svona á mótunum. Þetta er þykk læri og gæði. Það helst oft í hendur. Já. En við erum ekki enn komið með neinn opinn færi í hennar leik. Þó að þetta séu svona búið að vera að skiptast á yfir höndin hjá liðunum. 17 mínútur liðnar. Indriði tæpur þarna, Val með erfiða sendinguna miðuna. Já, þetta er lognsuður eftir á Andri, það er eitthvað að hraðast á því. Er ákveðin kúnst að spila í vindinum. Þá viljum við halda boltanum á jörðinni. Erum við meðvindið? Já, þetta er ekki... Það fer bara eftir hvað stendur á velli. Já, svolítið þannig. Þetta gerir Viktor vel, þetta gerir hann frábæra. Þetta er opnun. Arnór finnur Gísla út á kantinn, 1-1. Og skilja okkur inn í deginn. Já, reynir krossinn, finnum hotspinnu. Þetta eru sjansarnir. Já, við erum alltaf með þetta vopn í Gísla þarna uppi, sko. Þannig að við verðum að nýta okkur það. Arnór skokkar út og tekur hotnið. Í tilvæli í innsving í þessu vindi, eða? Er Arnór bara með það góða lepp að við viljum hafa hann á þessu? Já, þannig. Setja hann ekki bara á pönnun og hlinsar hann. Þarna sjáum við upplöpið, sko. Viktor, eins góður Viktor í þessu, að skila honum niður á miðjumanna, þá verða aðrir að skila sér inn í teginn þegar hann er á leiðinni. Hann getur ekki bæði skila honum niður og verið mættur inn í teginn. Þetta er brott. Baráttu, vinnur, aukaspyrnu. Kemur hann líka mann vel fyrir varnarmanninn. Þetta var ekki mikið, ég vil nú viðurkenna það. Þetta er bara vel sótt hjá Hlein. Smárásson mættur yfir á hinn kantinn, hún getur hann snúða hann inn. Þetta tekur stutt á Hauk. Býtu. Nafn á flautinu með allt á hreinu. Hann var búinn að gefa flautu signal. Þetta hefði verið gaman að fá skot frá Hauki þarna.
Mikil barátta inn á bóksinu. Sjáum það. Já, það eru góða gætur á Viktori. Valnær að pota í boltan og nær fyrir í hliðanitið. Enn og aftur jákvæmt, við verðum að ná að setja pressa á það inn á milli, aðeins að draga þá neðar á völlin. Láta það hlaupa aðeins. Bolti Indriði fyrir upp í þetta. Þeir eru svolítið með yfirhöndin í dauðuboltanum á miðinu finnst mér þessa stundina. Svo þurfum við að koma Steinar aðeins á boltan líka. Já, Steinar lítið verið í boltan. Já. Viktor pressa vel. Jónþór vill íta liðinu framar, heyri ég. Moment Viktor fyrir stað, Haukur fylgir með. Já. Já, Jónþór greinilega ekki sáttur að liðið er að falla of neðarlega. Vestarmenn í innkast. Og Arnlaugur með góða tæklingu. Þetta er innkasti. Tekur hann að Baldi. Alveg skrokkur hann Baldi, erfitt að eiga við hann. Haukur pressar. Hleypur honum fram hjá sér, kross. Val hreinsar vel. Keirir út í vörninni, gerir vel, vinnur boltan, finnur Gísla. Það er aðstofan að vera mætt, þetta gerir Viktor vel. Neglir á Viktor, frábærlega gert. Komin í færi Það skilja okkur inn á teginn, gerir við vel. Gæði hjá Nóra, vel gert. Óheppinn hérna. Já, mist hann aðeins frá sér. Það er frábærlega gert hjá Viktori. Frábært touch hjá Viktori. Það er svona okkar upppunktur í spilunni er Viktor. Við þurfum að finna hann í lappir og þá erum við með Hauk og Gísla upp kantana og Steinar þar í kring. Það er svona lykilatriði okkar sóknarleik. En Vestarmenn fá aukaspyrnu. Kemur væntanlega bara langur upp. Mikil barátta þarna miðinni. Næsjó finnur Túfustis í gegn. Rennur honum inn í teginn, enginn þar. Sendingaskot. Þarna vorum við bara heppnir. Það er bara með beina línu í gegnum vörðina. Nú tekur stutt, finnur Jón Gísla. Langur upp, Gísli kominn á ferðina. Jón Gísli vinnur aukaspyrnu, snyrtilega gert. Já, nú koma boltanum meira í spil, finna svæðin á milli varnar og miðju, það sem að Steinar lúrir. Gerast hraðar. Þeir eru þolinmóðir. Vel gert hérna Arnór. Sérðu Steinar þarna, hann er galopið pláss. Nú getur hann farið af stað. Akkurat þetta sem við viljum. Og kemur krossinn.
Arnlaugur fær boltan inn í teig og fjær. Arnór vinnur vel. Svolítið tilvíljankennt en gengur þó. Arnlaugur með boltan, kemur með kross. Új, kýlar hann í burtu. Hættulegu bolti í vindinum hann stoppaði í loftinu. Þarna Jón Gísli gerir vel, mætir á pressuna strax. Kemur með kross. Boltinn hátt í loftið, hvernig touchið. Það sleppur. Næra halda honum í yngasti. Þarna sáum við hérna hvað við getum gert þegar við finnum steinar í þessu svæði. Já, það algjör líkill. Það þarf líka að gerast hratt. Þegar steinar nær að snúa mennina þá þeir ekkert að fara að ná honum. Líkill barátta þarna á miðjunni, brot og Indriða. Dómarinn sparkar hann boltan. Já, góð höldspyrna hjá honum. Er hann í koppa eða er þetta gergastýpa eða? Þetta er koppa. Hann gerir mistök, ég sé hann gerir mistök. Hann er með tunguna uppi. Hann verður að bretta hana fram með hann allar við koppa sko. Reymandinn yfir eða? Reymandinn yfir. Já. Arnór finnur Gísla. Þeir eru sennilega nýir þessir sko. Já, mér sýnist það. Það getur kennt honum tricks. Hann getur hérna tekið svona þvottaklemmu og spennt tunguna yfir reymandar. Já, strax lúkar hann betur sko. Já, þú varst alveg komið þangað. Já. Hann er sennilega að fara í baðið í gær sko. Já. Það er náttúrulega regla nr. 1. Já. Baldi þarna með lillegt touch. Já, Baldi sem hans bara hingað til búinn að vera maður leiksins. Það er búinn að eiga mjög erfitt að eiga við hann. Höldum honum öskar Steinar. Það er fátt gleði með meira en þegar Steinar fer upp á háa sig og æsir sig. En þú vilt ekki lenda í því sko? Nei, þú vilt ekki öskri á þig? Ég vil ekki að axlirnar fari upp á móti mér sko. Leiknismenn komnir yfir gegn Selfossi. Okay. Það er mikilvægt fyrir þá að ná í stig. Þeir eru búin að vera í fastli. Þetta er Steinar í svæðinu út á Jón Gísla. Þetta er boltinn. Frábær bolti á Gísla en vindurinn tekur hann. Hugmynd er góð. Það er þessi spilkafla sem við viljum sjá. Langur bolti. Arnleifur gerir vel Grimmur. Finnst þið við svona aðeins vera að ná tökunum á leiknum. Þetta er góða byrjun vestaramanna. Já. Það er líka við erum farnir að þóra að taka þess að senda ykkur inn á miðuna og draga á framar þannig. Akkurat þetta er Steinar fær boltan, setur hann á Gísla á hægri kantinum, kemur með kross. Hot. Þetta er frábært, ég er ánægður með þetta. Þetta er akkurat sem við viljum gera. Jón Gísli finna að Steinar þarna vel. Steinar beint út á Gísla og vantar bara kissuberið, kökuna. Máli með að þú ert með Viktorinn í bóksinu þá þarftu bara að koma honum aðeins upp í lofti yfir fremstamanna þá er Viktor þar. Það er hræðilegt að eiga við hann í bóksinu. Þekkir það sjálfur. En Arnór tekur hornið, ætlar að dræfa honum inn síðan. Viktor upp í hann. Heysar saman. Nei. Það er eins og ég var að segja, það er hræðilegt að lenda í honum hann í loftinu. Já. En það liggur hann eftir. Jó, fer aðeins í nakkan á honum hann. Gaman að segja frá því að Viktor á samt Jónas sem valur tveir leikmenni sem ekki spila fyrir yngri flokka Akraness á sínu ferli. Já, það er svoleiðis.
Það reyndar alveg staðreynd. Já. Allir aðrir hafa spilað upp yngri flokkana. Þá í öðru flokk. Já. Þriðja. Já, við viljum hafa það þannig. Allavega að við séum eitthvað kjarna af heimamönnum. Já. En var það ekki líka bara yfirlýst markmið hjá Jú. Jóni Þóri? Það er Vesturmenn, kross og fjær, skalli. Hlynur skallar honum burtu og Indri skallar hann í innkast. Kemur hættunni frá. Viktor. Það gerir þetta fáið betur. Tengi undir hann. Sýnist sólinn vera hérna að lagast inn á völlin. Já. Þeir eru hrikalega vel spilandi inn á miðjunni hjá Vestra. Já, þeir eru Inn á miðjunni. Inn á miðjunni. Fall missir boltan út á hana. Arnór skýlir boltanum. Vill fá eitthvað, eða hvað? Val gerir þetta skemmtilega. Hann að losa. Haukur með frábæra ansnúning. Missir boltan út af. Viltu ekki missa hann frá þér hérna út af? Það er alltaf smá brekka hérna í horninu. Jú. Út af hliðarlínunni. Davíð Smári gerir ekki hann að töða í þessu línuverið. Hann lítur að fá leið á honum eftir smástund. Það er bara sama hvað gerist inn á vellinum. Hann töður að línuverðinu greiðir. Alltaf sé ykkur saga. Aðstoðdómarinn. Aðstoðdómarinn, já, höfum þetta rétt. Sérðu? Hlinsari. Þetta er erfitt í þessum vindi. Já, hvað er hann að töðja honum? Er eitthvað náði í? Bara allt og ekkert sýnist mér. Jón Þór hvetur sína menn áfram. Hár bolti, vindurinn tekur hann. Steinar gerir vel. Út með hann og á stað með hann. Jón Gísli með allan kantinn fyrir fram að sig. Kross. Það er svo langt. Hann er ekki alveg að ráða við vindinn í þessum krossum hérna. Selfossmenn búin að jafna. Rútubílstjórinn sjálfur, Guðmundur Tyrfings. Það er Tyrfingurinn. Já. Hann er búinn að skora svolítið á mörkum í sumar. Já. Hann er maður með ákveðna eiginleika, bara leiðilegt það gekk ekki alveg upp hérna þegar hann var hérna hjá okkur upp á Skaga. Já, svona bara svo mikil topp strákur sko. Já. Hann er svona krútt, algjört krútt. Já. Myndur ekki segja það? Já. Ég sagði aldrei við hann, ég veit ekki, hann er væntanlega ekki að horfa núna, hann er til að spila. Hann tekur þetta í kvöld. Þetta er brot. Þetta er brot. Þetta geta verið fyrsta spjald leiksins. Sérðu? Bara þannig. Gult. Var þetta vinstri bakvörðurinn? Var þetta ekki... Númer 77. Það er fall. Davíð ekki sáttur. Svo hans hundtryggi aðstofamaður Brenton Mohamed. Já, þetta er hann. Já, er ekki markmaðurinn gamli? Já, segð þú mér. Það er gamli. Herra, kemur krossinn á teginn, hættuleg sending. Gísli vinnur hann. Reynir kross, fær hann aftur. Gerir vel að Gísli þarna, kemur hann maður nær. Og vindurinn tekur boltan, var allt tæpur þarna. Gerir vel. Alla leið tilbaka á Árnamarinn á. Skynsamir. Við þurfum að koma með svona krossum yfir fyrsta mann. Það er lykillinn í þessu. Já, gefa Viktori möguleikann á að berjast við þá.
Steinar gerir frábærlega þarna, finnur Hauk í gegn, Haukur kominn á fulla ferð. Frábært útlöp hjá markmannum þarna. Þeir svara bara í sömu mynd. Arnór, var þetta fjórði gír eða? Já. Það komið smá orka í Hauk þarna, það maður sé. Það er að vera fyrir sig Jón samt. 2 sprettir í röð, það getur verið erfitt. Já. Jetlegt eitthvað? Hvað er það? Var hann ekki á Möldu? Það er ekki það langt flug. Nafnið dæmir þarna Hendi síns mér. Já. Vestarmenn skilja ekki neitt. Það er ekki bara rétt hjá honum. Það lítur að vera. Krefjandi bolta á Stóni. Elvar langa bolta beint í hendurnar á Árna Marino. Góður kafli hjá okkur núna, við þurfum að nýta okkur þetta. Já, við þurfum að lauminn einu marki. Ja, Gísli og Haukur búin að skipta kant sé ég núna. Já. Gaman að sjá hvað það skilar. Sjáðu, Gísli færa. Nei. Það er skemmtilegu bolti á Johnny. Já, frábær sending. Það er engin mættur þarna. Hver er pælingi með að skipta köntum hjá Hauk og Gísla heldurðu? Er þetta bara aðeins að hrista upp í þessu? Já, allir það ekki. Bara leyfa Gísla aðeins að koma inn á hægri fótinn. Fall reyndar var líka að fá gult spjald, hvort að hann vilja að Gísli hlaupa á hann. Keyra aðeins á hann. Það er sennilega pælingi með því. Er það ekki? Jú. Jó, maður veit eitt og annað í þessu. Já, Gísli hefur skorað, síðustu 2 mörk sín hefur hann skorað þegar hann kemur inn af vinstri kantinum. Það er uppskrift sem að virkar. Já, kláraði líka Keflavík inn undanúrslitin bikar síðan ári. Já. Nákvæmlega hreint það. Er fólk mann eftir því? Það hlýtur að vera. Þegar við fórum á Laugardalsvöllinn. Við mann eftir því. Já. En Vestarmenn láta boltan bara rúlla hérna í eftirstu línu. Aðeins konum með valda boltanum. Jón Gísli gerir vel ákveðinn hana. Finnur Steinar. Steinar finnur Hauk. Haukur nær að pota í boltan. Rétt. Nær væri Viktor fær boltan frá varnarmanni í gegn. Og hann nær að loka á þetta. Þetta heimdi inn út allan völl. En Viktor heldur pressinu, fær boltan aftur. Haukur hjálpar hann við það. Frábær pressuleikmaður Haukur Andri. Já. Arnór gerir vel. Finnur Jón Gísla. Fá boltan inn í bóksið. Nei, það er með markspyrnu. Á farin Steinar á sig. Steini skilur ekkert í Það tók að gleraugun. Já, mér sýndist það. Það er skemmtilega, ég hef ekki séð þetta áður hjá hann. Ég vil þetta hann grimmur í öxlunum og svona sperri sig, hann tók gleraugun þarna. Já, þetta er skemmtilegt. En ég hef nú frekar rætt þetta við aðstofadómarann, hann dæmdi þetta. En það verður að passa nýjus, Andri. Já, hei. Ekki að segja mér neitt um það, sko. Steinar rífur svo upp þarna. Gefa hann Arnleif og Nei, Gísla. Hann er að grípa inn í. Já, farðu af stað. Herru, Gísli með rennubraut hérna upp kantinn. Hvað gerir hann? Kemur með kross. Fór aðeins í varnarmann hann, truflaði krossinn. Arnór með boltan. Jón Gísli. Miskilningur hann það. Já, Haukur býður eftir boltanum. Baldi með boltan. Eru búin að færa hann inn á miðuna? Var hann ekki á kantinum til að byrja? Jú. Setja hann í baráttunni hérna, háa boltana og seinni boltana. Það er svona sem komin í svona þessa 10 stöðu. Bestur í hólinni. Og Mikkel komin hérna út á kant. Já. Vestarmenn verjast vel hana. Ægismenn búinn að skora í Þórðarshöfn, mútið Njarðvík. Æi,
Herri, Tufa dæmdur ástæður. Enginn annar en Hrafn Tokic. Hann komin í gang. Já, guð blessi minni og hann að fara. Það hann í úlpunni undir. Já. Þar erum við alveg markaskorar og bara sem geti skilja á milli þarna hjá ægismönnum upp á bara eiga möguleika að halda sæti sinni í deildinni. Hrafn Tokic algjör svindkall í þessari deildi ef hann í standi, sko. Kemur hár bolti hérna fjæri yfir á Mikael. Fær að taka bara nýður þarna. Þess að finnur bolti. Indriði stílið með burtu. Alla leið tilbaka, nú erum við að stíga upp. Tvöfald á vinstri kantinn, Haukur vinnur vel tilbaka. Færa boltan hérna frá hægri til vinstri. Aftur og aftur. Val, slaka bolta, beint á Val. Gísli vill fá hann langt. Finnur Viktor. Þarna var eitthvað árekstur. Új, og Arnór sparkaði niður. Vestarmenn ekki sáttir. Hvað? Vildu þeir meina hann að fara í andlit á honum? Ég held þeir hafa hann bara rekist saman. Gæti verið að hendin hafi snert hana, en þetta var engin ásetningur í þessu. Þetta er bara árekstur. Svona við fyrstu sýn. Getum við fengið að sjá þetta aftur? Það hafi verið voðalega lítið. Enda er hann bara staðinn upp á hóttunum. Já. En það er óþægilegt að fá Viktor í sig, hvaða bein sem það er. Já. Hann er einhvern veginn allur harður. Hlynur með skiptigauður Arleif. Frábær sending. Gott touch. Neglir honum fyrir. Hurðu, þetta var rosalegu bolti í Arleifi. Frábær sending í Arleifi. Aðeins meiri snúningur og við vorum að bara detta í Roberto Carlos markið hérna árið. Hérna sjáum við þetta aftur. Nei. Þetta er ekki neitt. Það er örugglega einhver snerting en þetta er ekkert til að kvarta yfir, sko. Þarna sjáum við það sem Arleifur er bestur í, að komast á ferðina og touch og negla honum fyrir. Hann er nefnilega með helvits löpp, ásakið orðbragðið. Á boltinu miðsvæði, Indriði í baráttunni. Skemmtilegi taktar hérna á miðunni. Skamin þolinmóður, halda sipi. Vel spilað hjá Vesturmönnum. Indriði gerir vel. Finna mómenti, nýja pressa boltan. Val vill fá eitthvað að færa aukaspyrnu. Komið svona smá hitt í þetta núna. Já. Er það sem við viljum? Viljum við hitta upp í þeim? Ég hugsa að þeir eflist bara við það, Vesturmenn. Nei, við viljum það ekki. Ekki fyrir við komnir yfir. Takk þetta á gæðan. Það eru frábært spil þarna, Jón Gísli komin upp á endamörkum. Kemur hann fyrir. Það var allt í bara allt galopið þarna hægri kantinn. Jón Gísli búinn að vera mjög flottur inni fyrir hálfleik. Hár á langur bolti, Tufa fær hann bara taka niður. Nærið hins vegar ekki. Skamen konum með boltan aftur. Fær hann rólega á milli sín í eftirstu línu. Það var alveg fara hreyfingun á miðinni, fær ekki. Tufa sitt pressar, Átni með hann langa fram. Þetta á Viktor. Alveg inni þarna í loftinu. Já, stór og sterkur þarna afsending.
Allir gerir vel, lokar út að sending út á kantinn. Viktor vinnur hann. Sjá, Jón Gísli gerir vel, hann er búinn að vera mjög aggressífur í að keyra á mennina. Ég er að fíla þetta. Jón Gísli er bara að vera einn af okkar bestu leikmönnum í fyrri hálfleik. Já, bara geti ekki verið meira sammála. En nú er 45 mínútur liðnar, spurning hvort það sé einhver uppbótartími. Indri gerir mjög vel, hann snýr. Þetta er spjald. Það var hann spjaldar. Sjá, hann tóðs. Leikur frábælega dómara, ég verð til að sjá þetta aftur. Tógar vel. Leikur þetta frábælega nafni. Sess, aftur, tók það aftur. Já. Þetta er... Hann fór það bara má ekki. Þetta er 90 gráður. Það má ekki dósa. Nei. Sérðu? Sérst ekki vel, en sjáu þið. Spjaldi, dósar. Já. Svo tekur hann þetta aftur. Sérðu, svæðið haukur þarna. Keyrir af stað. Jón Gísli fær hann, kemur honum fyrir. Það boltinn upp í, það er hotn. Fáum eitt hotn í lokin. Þetta eru stöðuna sem við erum að koma okkur í. Að finna hann þarna, finna bæði Hauk og Steinar þarna. Davíð Smári er alveg kolbrjálað. Ég veit nú ekki yfir hverju hann er að töða, sko. Dómari sýnir honum aftur í hálfleik hvernig hann tókaði. Herru, fáum eitt hotn í lokin. Já, það er sterkt að setja hann annað. Pakkað inn á markmanninn. Arnór með boltan. Hengir hann upp. Þetta er bara víti. Nei. Það er ekkert úr þessu og hann flautar hér til hálfleiks. 0-0 í hálfleik. Alvöru miðjumás. Lengjudölda slagur í fyrra hálfleik. Þannig að það er ekki svona veðrið að hafa smá áhrif á þetta. Við viljum meiri gæði. En margt jákvætt, eins og við segjum, þegar við erum að komast í þessar stöður og sérstaklega hérna uppi að hægra megin, þegar við erum að ná tvöfald á vinstri bakvörðinn hjá þeim, þá er þetta virkilega hættulegt. Myndirðu segja að við höfum haft yfirhöndin í fyrri hálfleik? Ég set 60-40 á það. Vestramenn náðu þarna tímabúti bara 10-25, þá höfðu þeir svona aðeins meira, en svo fannst mér við taka yfirleikinn aftur. En 0-0 svo sem sanngjarnt í hálfleik. En við ætlum að taka smá pásu og sjáumst bara eftir örskot stund. Já, fengum hérna að heyra í Davíð Smára, þjálfara Vestramanna. En við erum mættir aftur hérna. Arnar Már Guðjónsson og Andri Júlíusson. Já, hjá eftir viðtalinu við Davíð Smára. Hann óskar eftir leikmönnum sem að vilja koma vestur og spila fyrir Vestra. Taka nýtt ævintýri en sko það er vantarlega erfitt fyrir hann það sem að ég veit nú ekki hvernig þeir æfa veturinn, hvort þeir séu einhverju sikkur lagi eða hvort þeir séu allir í bænum en bara hver aðstæðan er sko. Og ég veit að sami félag okkar hann er mikið að pressa á sveitafélagi að koma aðstöðun í gang, fá allavega hálfa höll eða eitthvað allavega það. Það á náttúrulega að vera löngu komið, myndi ég segja. Nei, ég skil það vel. Aðstæða fyrir vestan, hún er valla boðleg og völlurinn sé frábær á sumrin. Fallegt bæjarstæði. Já, glæsilegt. Vallarstæði, afsakið. Já, bæjarstæði líka. Jú. En við sjáum að Benedikt Warren mættur inn á. Býttu, gerðu þið tvöfalda? Sá allavega bara Warren hérna nummer 11. Þetta inn á. Þetta er leikmaður nummer 2 var hann inn á líka. Allavega sé ég bara Warren inn á, við komumst nú að því síðar. Fengum við ekkert skilti hérna upp, það ekkert? En það er búið? Það er hætt. Já. En Vestramenn byrjaði með boltan hérna í seinni hálfleik. Við fengum 0-0 fyrir hálfleik og þurfum að fá mörk hérna í seinni hálfleik. Aðeins á móti vindi og þá verður auðveldara að stinga í gegn okkar hröðu leikmenn. En Vestramenn eru byrjaðir. Já, við óskum eftir marki. Langur bolti fram. Það er að flikka hann, Arnleifur Grimmur. Val hreinsar upp á Hauk sem er aðleit. Nægt plás. Kom honum á Steinar. Þarna. Hlustar.
keyrir inn í Steinar þarna. Spjald. Þessi bara rétt, hann allt of seinn. Þetta bara bannað. Já, þetta má ekki. Þetta bara spjald. Samandáttur. Haukur gerir vel. Já. Ekkert illt í þessu, hann Nei, bara seinn. bara opinn. Í þetta plötunni. Hver fekk spjaldið hann? Leikmaður 3 eða? Já. Elvar Baldursson. Ekki húsvíkingur. Þetta langan upp í hornið. Langt. En ég sé að ég hafa eftir að vera auðveldar að dinka honum upp í hornið hérna í þessari aðeins á móti vindi. Þannig að við höldum áfram að herja á vinstri bakvörðinn hjá hann, finnst mér líklegt. Rámstað. Hlynur fór bara upp á 3. hæðina þarna. Erfitt að eiga við Hlynur í loftinu þegar hann fer í laxinn, sko. Hendur alveg niður með síðum, teygir vel úr sér, tapar ekki bolta. Ég tala nú ekki þegar hann setur gorman undir skóna og hoppar upp á 3. Þetta ótrúlegt. Hann róa aðeins Árni Maran með boltan. Háru upp. Steinar gerir vel, finnur Viktor. Viktor aðeins að flýta sér þarna. Það nægan tíma. Nei. Haukur full ákafur þarna. Hann náða til. Þetta er Víglund sættum. Já. Beina með boltan. Voru hann mjög skemmtilegur leikmaður. Skemmtilegar hreyfingar. Já, hann góður fótboltamaður. Já, hann það. Áttu nokkur moment með okkur. Nokkra góðar leiki en. Já, það voru nokkri leiki sem hann var hreinlega bara ljósið punkturinn. Já. Okkar liði, fyrra. Tveir, gerir vel hérna. Kemur krossinn fyrir. Val skalla vel frá, vel staðsettur. Haukur gerir vel. Hátt orkustig. Já, vinnur sem inn í Hauka, hún er á öðru leveli við aðra leikmenn. Já, ég hugsa oft að lítið bara erfitt fyrir hann að fara að sofa kvöldin eftir leiki. Ég hef heyrt að því að hann taki 3-4 ferðir inn í herbygginu. Já. Bara þéttinga þá. Já, á milli veggja bara. Arnleifur næri boltan, fær hann inn í sig, hann ætlar ekki að dæma á þetta samt. Hvað fannst þér þetta? Sástu þetta? Mér fannst þetta, hann fór náttúrulega undan í boltan, en sko ef að er þetta ekki fall hérna hinum meginn á gulu spjaldi? Já, ég hugsaði að hann væri ekki á, hann reyndar dæmdi ekki einu sinni brot. Nei. Hann liggur eftir. Er það Super Mario að koma inn á? Já. Þannig ég býst við því að var þetta ekki Arnleifur, hann standi upp bara mjög fljótlega eftir að Mario kemur og töfrar hann í gang. Já, það er kannski gaman að sjá þetta aftur hvort þetta hafi verið eitthvað. Þetta Arnleifur var klárlega undan í boltan. Já. En svo gerast árekstrar líka bara. Já. Það þarf ekki alltaf að vera gult eða brot. Það er gaman að sjá hvort nafni minn, hann Arnar, leiki þetta eitthvað eftir, hvað hefði gerst? Já, sjá, það rekast saman. Já. Sjáum lítið á þessu. En Arnleifur hristir þetta á sér. Hann er góður, segir Viktor. Viktor segir gott. Super Mario, hann hefur trekt hann í gang. Var þetta Vassbrúsinn gamli eða? Já, ekki. Gælisbreið líka. Er það ekki búið? Nei. En það er allavega innkast. Vestarmenn eiga innkast og Arnleifur hristir þetta nú af sér. Boltinn límdi við hliðarlínuna þessa stundina.
haldi upp. Vestramenn komnir í eftirstu línu. Viktor pressa vel. Vel list hjá Vestramennum, komnir hérna 2 og 1. Kemur kross á fjær. En of langur. Og langur. Áttu fyrir. Bara mjög svipaði krossar á Skagamenn átti hann í fyrra. Já. Finnum við Viktor og allir á bakvið. Nei. Hann vill ekki. Hann virðist hafa gleymt flautun upp í hálfleik. Það var látið þetta aðeins ganga. Hann var reynda búinn að flauta á svolítið mikið undir lok seinni hálfleiks. Hann greinilega búinn að ákveða aðeins að leyfa leiknum að fljóta. Við fögnum því. Vestramenn með boltan. Haukur kemst inn í þetta. Arnór. Finnur Gísli lappir, vel gert. Arnlaugur kominn á fulla ferð. Og góð opnun hann en hann er að loka á þetta. Arnór færir hann yfir. Góð skiptingu. Gísli finnur Hauk. Haukur aðeins mislaði lappir. Hælar hann hana. Leist það vel varnarmaðurinn. Indrið frábærlega gert. Indrið mjög solid í sinni vinnu í dag. Hann er að gera bara það sem hann á að gera. Já. Bara að vinna boltan og skila honum á sér. Passa upp á vörnina sína. Vestramenn fara hérna upp kantinn. Þessi boltur og langur. En aðeins svona að finna taktinn eftir að þeir koma út í seinni hálfleik. Aðeins svona... Já. Gengur illa að halda í boltan. Já. Áttum að vera ná allar að sparka hann á langt. Átt að Viktor reiknaði með. Bara rétt. Smá skallatenni, Steinar gerir vel. Gísli kominn á ferðina. Nær honum inn í fyrsta, út á Steinar. Steinar mættur og hann má taka skotið. Skjót í fyrsta þarna. Treyst á vinstri löpina. Þetta var færi. Já, þetta var opnun. Já, þú vilt ekki flokka þess að færi. Nei, ok. Sjáum Óla Sævars þarna í mynd fyrir aftan. Glæsilegur maður. Já, bara Steinar Þorsteins inn í teignum og hinnum er bara færi. Já, svo er það. Átt að gera betur þarna. Já, ég sammála. Þannig að setja það og kröfa á hann. Indrið upp í þetta. Pressar Átnamarinn og hérna. Átni rólegur. Gerir vel Átni þannig. Fyrir Viktor uppi og hinn er hlaupa á bakvið. Þetta er leið sem að kunnum vel. Á kloppi. Einkast. Þarna var Jón Gísli búinn að gera vel. Já, hann ápeppaðist eftir kloppan, sko. Já. Þetta er hann. Ég kannastu þetta, ég lendi í... Oft auðvelt sko eftir einn kloppa leit í næsta sko. Já, búinn að gera vel sko. Þannig að Indriði á sínu stað að vinna boltan og skila honum á Samherja. Vel leist þarna. Ná að halda aðeins í hann. Eitthvað, jú. Reynum að halda lengur í hann. Svolítið að snúa okkar eigin marki í þessum stöðum núna. Þannig maður er ná með sérstaka settingu inn á miðjuna. Setja hann út á kantinn, kemur kross. Valhreinsar vel í burtu. Nú þurfum við að stíga upp, við mögum ekki láta á að draga okkur niður núna.
Gil vel spilað í Vesturmönnum. Við erum ekki að ná að klukka á núna, þetta er... Það er aldrei vel í boltan. En það bara að vera þolinmóður og bíða eftir tækifærinu. Sem Viktor gerir vel, ekkert á þetta. Finnur hann Gísla. Nei, Gísli. Ég var ekki sáttur þarna. Nei. Með ekki endurtaka það sem hann sagði. Nei. Hann fannst þetta ekki nógu gott. Sem þetta var ekki. Það er ekki okkar að meta, við erum bara að lýsa hérna, Andri. Já, við getum alveg haldið með okkar mönnum. Jú, svo var það. Ekki? Jú, 100% áfram Skæinn. Val tekur bara öruggu leiðina og sendir hann út af. Vesturmanni engast. Kemur skot. Skotverði. Æ, framhjá. Lélegt skot. Ég má alveg segja það. Já, Það var lélegt skot. Já, það var lélegt skot. En gaman að menn eru að reyna. Já. Þú veist ég hef gaman að langskotum. Já, blessaði, verðstu. Ef menn vilja sjá langskot þá getið þið farið á YouTube og skrifa Arnar Már Guðjónsson, þá kemur eitthvað upp þar. Bara ef þið hafið tíma. Þarna með háan upp. Smá leikleysi í gangi núna. Já, Vesturmenn aðeins að ná. Þetta er frábært gert á síðustu stundu þarna, þetta var hættuleg sending. Vesturmenn að gera sig klári í skiptingu hérna núna. Sýnist Elmar Atli að gera sig kláran. Elmar Atli líklegt að hann taki þá fall út af á gulu. Ef ég ætti að tippa á það, en ég er nú ekki þjálfari. Nei, Elmar hefur verið að spila hafsend stöðuna í gegnum árin. Ég veit ekki hvort að hann kannski einhverju þeir sem eru í hafsendunum færi sig þá út í hægri bakkurinn. Við erum ekki að ná að halda í boltan þessa stundina. Nacho færi hann yfir á kantinn. Finnur Warren. Skrítið sending, Jón Gísla fulla ferð. Gerir vel. Gísla fara fulla ferð, notaði Steinar bara á miðunni. Akkurat. Frábært, Steinar með boltan. Opið svæðið, Finnur Gísla. Setur hann að hægri. Og hann lokar vel á hann. Gísli hálf ragur hérna, hann þarf að ákveða hvora áttina hann ætlar fyrr. Það fara ábæðilega gert í að Jóni Gísli þarna, enn og aftur er hann að gera mjög vel. Færum boltan hérna Hlynur. Finnur Jón Gísla, Steinar í hlaupið. Steinari. En góð varnarvinna hana. Baldi heldur í boltan. Smá stærðarmunur á þeim tveim. En hann þorði ekki í hann. Nei. Já, þetta er sennilega ástæðan. Hann er sennilega búinn hann að hafsendinn. Sýnist það. Tvisturinn hann. Það er Morten Olsen. Hann geta það aðeins stillt strengi. Já, Elmar ætla að koma inn á. Hann er heimamaður hjá þeim, eða ekki? Já. Þetta er einn af þeir leikmönnum sem þeir hafa hugsað mjög vel og hann heldur tryggð við klúbbinn. Ég veit til þess að hann hefur fengið fjöldan allan að tilboðum af sunnan. Sami hugsa vel sína menn. Já. Er hann kóngurinn á? Sami? Ja, Sami er náttúrulega kóngur. Er þetta Elmar þá prinsinn? Elmar er prinsinn. Já. Kemur ekki á óvart, hann tækir bara beintu fyrirliðabandinu leið hann kemur út af inn á. En já, þetta virðist bara vera hrein skipting. Út af kemur
hafsendin hjá þeim, Morten Olsen Hansen. Skemmtilegt nafn, Morten Olsen Hansen. Einn standstóða verður. Yeah. Er ekki auðvitað Danni? Miðað við nafnið, þá við gerum bara ráð fyrir því. Góð kamp, Móen. Eitthvað svona. Nacho býður honum bandið, hann vill það ekki. Þarf það ekki. Þarf það ekki. Það er hægt að vera fyrirlið án bandsins. Það er spurning hvort við getum nýtt okkur þetta eitthvað. Þú getur reyndar ekki verið fyrirlið án bandsins. Já, svona innan liðsins. Það er spurning hvort við getum nýtt okkur þetta. Elmar er ekki með hæðina sem Morten er með. Setja Viktor á hann og hengja aðeins upp á og nýta okkur hæðaminni þar. Það er spurning hvort að Jón Þór hafi verið að hvísla því að Viktori og Jóni hérna rétt á hann. Gifti á til hliðar. Nýta sér styrkinu Viktori á loftinu. Já. Ef við fáum krossan að hengja hann á Viktor og Fjær á Elmar þá gæti það skila góðum árangri. En Vestaramenn með fyrirgjöf hérna. Arnór hreinsar í burtu. Innkast. Baldi gerir vel hérna, kemur hann fyrir og fær hotspinnu. Ég er mér hrifinn af þessu leikmanni. Baldi? Já. En nú þurfa að verjast vel. 62 mínútur á klukkunni, lítið að gerast. Boltinn fyrir markið, kemur á Fjær. Viktor gerir vel, hreinsar inn burtu. Annar kross, hengir hann upp, Árni Marano, öruggur hérna, rífur þetta niður. Langar að fara hratt. Finnur Hlyn. Hlynur að Indriða. Leikur aðleit. Keirir upp. Finnur Steinar, vel gert. Steinar keirir upp kantinn, kemur fyrirgjöf. Góður bolti. Glæsileg sending. Þarna sáum við Viktor búinn að planta sér Fjær. Það hann kannski þurfti að vera á milli þeirra þarna. Taka þetta senterslaup á nærsvæði. Koma sér fram fyrir. Geggjaður bolti hjá Steinari. Já, frábær. Og vel gert hjá Hauk. Selfossi kom í 2-1 á móti Leikni. Gonzi. Gonzalo? Já. Gonzalo Zamorano León. Enn eitt toppmaðurinn sem hefur verið. Jú. En við hotspinnu, Arnór áttur að krulli dyrran teginn. Nú sé ég fyrir með mark, Arnar. Já. Hörðu, þetta er góða bolti. Kýlir hann í burtu. Innkast. Jón Gísli töltar að hliðalínunni. Ætlar hann að taka þetta langt, nær hann því. Það er smá vindur á móti. Hendur þessu fyrir. Já. Grimmur missir á honum. Ekki lætt að Vestramenn komnir hérna í svakalega skyndisókn. Það vilja vel færa hann yfir. Val með tæklinguna á Benedikt Warren. Hann skorar. Benedikt Warren. 1-0 Vestri. Þarna komu okkur í erfiðastöðu með því að missa boltan eftir langt yngast hjá okkur sjálfum. Hélt að Val væri búinn að redda þessu þarna en boltinn skoppaði af honum aftur inn fyrir. Sjáum þetta aftur. Baldi köttar inn. Finnur Warren í lappir. Það er að flækja sig þarna framhjá. Klára vel í fjærhornið. Þetta er svona að segja. Hann er góður fótboltamaður. En við verðum að gera betur í þessari stöðu. En nú þurfum við bara að stíga upp. Heldur betur. Mínútur eftir á klukkunni. Gaman að sjá hvernig þessi leikur þróast eftir þetta. Vestaramenn væntanlega eftir að setjast vel niður. Verja fórustina. Beita þessum skyndisóknum.
Vestri komin upp kantinn nær hann honum. Markspyrna Vestri. Gaman að sjá, líklegt að þeir taki góðan tíma í allar markspyrnur og föstu leikatriði núna. Vindurinn grípur þennan vel. Arnór nikkar hann upp á Gísla. Tekur hann niður. Kónum með hann aftur, Hlynur með boltan. Nóri búinn að draga sig niður, ætlar að stýra spilinu núna. Val finnur Gísla í svæðið. Kemur kross. Viktor gerir vel. Vildi fá eitthvað þarna, ég er ekki viss að þetta hafi verið eitthvað. Þetta var ekki nógu mikið. Nei. Þá var hann vissulega sett hendurnar kringum hann. Vestarmenn eigi ingast, við þurfum að halda haus, við þurfum ekki að fara í pirring. Ingast, Hlynur grimmur þarna, gerir vel. Ingast. Sérðu fyrir þér einhverja breytingar hjá okkar mönnum? Nei, þá kannski helst að Ingi Sig kom inn á, hann átti fínan leik síðast. Já, samanlega. Steinar fær aukaspyrnu þarna. Elskar Steinar vel. Heldur hann fótinn, sko. Hvort hann hafi stigið á hann hérna. Davíð Smári segir, ertu að grínast? Ég held að dómarinn hafi ekki verið að grínast. Hann er búinn að dæma brot. Nei, kannski hafa þeir eitthvað verið að grínast einn á bekknum. Sko þannig. Þetta er góðu séns, aukaspyrna. Já, þetta er færi, þetta er hættulegt færi. Já, hættulegt færi, þetta er möguleiki. Miður möguleiki. Hann fór góðan bolta frá Arnóri. Nú gerir eitthvað lætið þarna inn á teig. Hvað er í gangi? Hver er það sem liggur þarna? Við erum fór guldspjald. Guldspjald á Nacho Gil Nacho. fyrir mótmælin. Sjáum við eitthvað hérna. Hlynur. Já. Fáum við þetta eins og enn kannski? Með myndi af þessu sko, en Hlynur liggur enn. Svona slæmi hendinni eitthvað í hann hana, en hversu mikið það var. Þeir eru eitthvað að kljást þarna. Var þetta pungur eða? Það var líklegast þetta að verið klipi eða eitthvað svoleiðis, ekki virkaði það fast. Nei. Hann slingdi ekki hendina á honum. En það er ekki þessi sem fær spjaldið, það er Nacho sem fær spjaldið, það er sennilega mótmæli. Já. En mér sýnist dómarinn ekki að hafa síðan neitt og ætla ekki að gera neitt í þessu. Þannig að við erum að beina orkunni okkar í að reyna að skora. Já, ekki að Hlynur þessum virkar. Nína með besta auglýsingastaðinn á Íslandi að vanda. Sjáum það. Það er vonandi í lagi með Hlyn. Hann er ekki sáttur, það er eitthvað átt sér stað þarna. Og ef Hall hefur gert eitthvað, hann er náttúrulega gulu spjaldi líka. Það heldur punginn. Þetta hefði verið eins og hérna í 70 mínútum árið. Pungur, það var svo pungur. En Hlynur er ekki sáttur. Eitthvað sem segir mér að þessi rimma sé ekki alveg búinn í þessum leik. En það er aukaspyrna hérna núna. Arnór ætlar að setja hann fyrir markið. Sjáum hvað gerist. Flottur bolti. Við þurfum að ráðast á þennan og þennan. Og markmaður gerir vel þarna að halda boltanum. Mikil þaga en gerir frábærlega. Góður bolti á Nóra þarna. Já.
Kemur langur fram. Út af. Þannig Heimis sækir Inga Sigurðsson. Ingi kemur inn. Viktor upp í boltan, gerir vel. Það er Steinar. Það er Heinsa bara í burtu. Ármann Ingi á leiðinni líka. Já, greinilega eitthvað aðeins að hrista upp í þessu. Þetta þurfum við að gera það. Það er 20 mínútur eftir þessum leik. Þurfum að halda tempóin í leiknum. Svo Vestramenn einnig að gera breytingu. Breytingar. Inn og kemur Guðmundur Páll Einarsson, nr. 17 og nr. 15 Guðmundur Arnar Svavarsson. Það er gummaskipting. Fall kemur út af. Já, Davíð Smári klókur, Já. kippur nú strax út á spjaldi og Ingur ruglaði þarna hinum megin. Sáu hver annar fór út af. Skiptir ekki öllu. Vinstri bakvörðurinn hérna, númer 3. Viktor ætlaði ekki að gera þetta. Nóri gerir vel, 2 og 1. Gísli finnur Arnleif. beint í skoti. Setur hann fyrir. Sjankar hann. Við vorum að halda áfram að gera þetta þegar við færum að snöggt yfir og náum að töfla þetta. Það er opnari, aðeins betri bolta frá Gísla þarna, þannig að Arnleifur hefði getað að fara beint í skotið. Darnakalli Hákon Inga. Hálbolti hlinur upp. Vel grimmur í loftinu. Skalla boltanum beint í nakan á honum hana. Það er smá svona undirliggjandi pirringur inn á vellinu núna. Við erum að passa að missa okkur ekki í því. Við halda áfram að spila okkar leik. Og Jón Gísli setur hann upp í vindinn. Indriði tapar innvíðinu þarna og það er skot en framhjá. Það var hlaðið í þriðfaldarskiptingu hérna. Ingi Sigurðsson, Ármann Ingi og... Ég get sagt þér að Arnar Már Já. að þetta hlýtur að vera söguleg skipting. Það sem að Ingi Sigurðsson er að koma inn á, Ármann Ingi líka og Hákon Ingi. Hættu nú alveg. Það eru 3 hringar. Kom inn á. Það var gummaskiptingarnir rétt á það, en nú er enga skipting. Það er svolítið skemmtilegt. Ætli Snorri sé að skrifa þetta niður. Ingi og Haukur Andri fyrir út af, Jón Gísli fyrir út af og Gísli Lagstar eða hvað. Já. Sýnist mér. Ætli allir þessi Ingar séu skýrðir eftir sama manninu? Já, nú ert þú að spyrja rangan mann. Við þurfum að heyra í einhverju fróðari með þessi mál. Eða konunni, Ingibjörgu. Já, þú ætti að halda áfram með þetta. Leikur er komin aftur í gang, Hlynur með boltan. Hlynur Ármann. Innkast. Hákon Ingi. Nóri á Steinar. Steinar var misheppnaða sendingu. Flott pressa hjá Inga þarna. Já, haldinn áfram. Leysa þetta vel. Stóni vinnur boltan, lélegt touch að túfa. Vinnur hann aftur. Færa hann yfir. Góð skipting. Eða hvað? Það er þessi bolti. Hann fara inn. Komum nú strax í leik. 15 mínútur. Þannig að fá smá keisla á þetta núna. Hlynur finnur Steinar. Steinar gerir frábærlega að halda boltanum hana. Indriði fer aftur í sama svæði. Steinar ekki sáttur.
meiddi sig mikið, heyrðist mér. Lyftir honum inn á teginn, beint á Árna Marinó, ekki mikil trú í þessum bolta. En Skagamenn komið hér upp, Val með boltan, stígur upp inn á miðjuna. Finnur Hlyn. Og finna svæðin aftur. Hlynur með utafótar. Hugmyndin er góð. Þetta mýktina þarna. En það getur verið læst á inn upp í hótinu. Það er áhugavert að sjá, þeir þurftum helst að fá mark á næstu 10 mínútum til að hleypa þess aðeins í háa loftina fyrir loka mínútunnar. Já. Þurfum eiginlega helst að fá mark sem fyrst. En reynsa hér fram. Haldur hann inn á? Nei. Jú, en mist hann svo aftur. Steinar alinn upp í hótinu. Ármann grimmur. Nei, Vesturmenn leysa þetta vel. Túfa. Það er vinnandi baka, ekkert á þetta. Mikið kraðak núna inn á miðjunni. Kraðak sagðiru. Hákon. Það er að bjarga þessu. Það eru við bolta að eiga við hana. Er Hákon í einhverjum remake af Total 90 nækurum? Er þetta leysirinn eða? Já, við skulum fylgjast með því. Svona að fundi þetta inn í skáp bara. Já, ætli það ekki. En Vestramenn komnir aftur í gang. Þeir setja vel Túkasvits. Við verðum að vera nærið þeim hann á miðjunni. Og glugga á. Túfa með boltan. Skot með vinstri, langt framhjá. Inn á þyrlupall. Inn á Hotel Reit. Inn á Hotel Reitinn. Það væri nú gaman að sjá hótelbyggingu hana innan nokkur ára. En það getur rætt þetta ég er í Búagransi. Það eru heitar umræðar þar. En Vestramenn halda áfram að halda boltanum hérna. Boltan núna. Bolti inn fyrir. En er nú aftur of langt og Ármann Marinó fær hann beint í hendurnar. Arnór nær í boltan. Þetta verði leikmyndinni svona næstu mínútur. Arnór kemur og reynir að Finna glufunar. læra hann á milli og opna Vestramenn. Sem eru vel skipulagðir. Greinilega vel drillaðir og Svæði á Steinar. Hákon setur hann upp í horni. Hann hittir ekki völlinn. Já, Vestramenn greinilega vel drillaðir og Já, skipulagðir baka til. greinilega verið öskrað shape ansi oft á æfingum hérna í vetur og síðustu vikurnar. Tryggir í vel. Og vinna baráttuna á miðjunni. Ármann missir boltan út af. Langur bolti fram. Val skallar hann beint af Warren. Keyrir áfram. Nær að potunum. Nær að stíga þarna fyrir. Og hann dæmir á Vestra. Það var gaman að sjá þetta aftur. Bekkurinn á Vestra ekki sáttur. Sjáum þetta aftur hérna. Áhugavert. Já, hvort hann sé búinn að ná stöðu á vellinum eða ekki, en dómarinn greinilega metur það þannig að hann hafi farið í lappirnar á honum fyrst, áður en hann stígur í jörðina. Þeir meta þetta svona. En ég skil svona vissuleyti pirringin í Vestramönnum þarna. Sjálfur hefði ekki viljað fá þetta brot á mig. Hvað þá spjald? Á spjaldi.
Erfið sending hérna. Erum ekki alveg að finna taktinn. Nei. Enginn upp á Baldi. Gerir glæsilega vel hana. Hún að skilja það eftir. Sækja hratt. Inna Steinar í þessum svæðum. Ármann grimmur. Frábær tækling hana. Bolt í gang Ármann afstæða farinn. Inn á tegi með þig. Svolítið hægur aðeins við þarna Ármann. Hlynur missir hann yfir sig. Nóri gerir vel. Frábærlega gert hjá Arnóri. Dynkar honum yfir. Arnleif með boltan. Skot. Framhjá. Ekkert að þessu. Nei. Þetta snýst allt að vinna seinni boltan á miðjunni núna. Þeir eru að fara að hengja upp á stóra mannin sinn hann frammi. Það munu koma opnanir. Langar bolti fram. Arnór fyrir upp í þetta eða hvað? Nei. Þetta er auðvelt. Hákon dettur. Warren fær boltan hérna inn í teig. Vinstri kantinum. Fer á Hákon. Hákon bjargar þessu vel. Nóri hinsa frá. Bæta aðeins í vindinn. Sem sýnist það. Já. En Vestaramenn eru bara að gera þetta gríðarlega vel. Við erum að gefa þeim það. Snutta. Hendi. Það hefði verið ótrúlegt ef hann náði að kontróla þennan bolta á þessu snúning. Vestaramenn taka sér tími í þetta og Látsjó með boltan. Baldi gerir á hlinn, sterkur í færi en Sjenkar hann út fyrir. Sjenkar hann út á hann búið með völlinn. Það gerir þetta gríðarlega vel. En við sjáum eftir að Warren kom inn á gríðarlega munur á sóknarleika Vestarliðsins. Hann er að koma með mikla yfirvegun og gæðan í fremstu línu hjá þeim. Já, það er rétt hjá þér. Átni lyftur honum upp. Það verður að ykkur upp í þetta. Herru, Viktor sloppinn í gegn. Það getur ekki flaggað á þetta. Það Keyrir kom á upp. varnarmanni. Hvað gerir hann? hann? Mættur. En hræðileg sending af Viktori, verð ég að segja. Já, þessi var ekki góð. Þetta var frábært tækifæri þarna sem við fengum upp í hendurnar. Sjáum þetta aftur. Viktor með boltan. Hann næri ekki að setja lappirnar utan boltan. En áfram höldum við. Sé ekki betur en að við séum að skipta hreinlega bara í 4-4-2. Setja Inga fram með Viktori. Já. Ármann út á vinstri. Steinar út á hægri. Norén setur hann beint í innkast. Arnleif með boltan með ágæta svæði. Snýr tilbaka. Gerir þetta hraðar. Já, þetta er svolítið hægt þessa stundina. Steinar missir boltan út af hana. Við erum að halda trú, ákveðið vonleysi í þessa stundina. Já. Arnór fær boltan, heldur honum. Pláss á Arnleifi þarna hinum megin. Hákon, hlinn, Átni var hann að koma með nóga snertingum í þessu leik. Erum að nýta hann vel. Arnleifur hérna með gott svæði núna. Fáum við væntanlega. Ármann gerir vel, erfiður bolti hérna frá Arnleifi. Indriða. Úþór vill boltan yfir. Inn á bóksið. Þannig kemur hann yfir á Hákon og fara í ólappið. Steinar
Gerir frábærlega, komin inn í teginn. Ármann með boltan, Arnur. Bjargaður í hótt. Eða hvað, dæmir á markspyrnu? Nei, hann dæmir hótt. Frábærlega gert hjá Stóni þarna. Sauma sig þarna fram hjá þeim. Til þess að við þurfum. Gerir vel. Það bara vantar mann þarna. Kemur hóttni, boltinn, upp í loftið. Hlynur á fjárstöngunni. Og Hlynur! Hlynur er að skora! Hann skorar alltaf. Hann elskar að vera í bóksinu. Ekki eins og að trillast hérna á bekknum. Vestramenn. Þetta var mikilvægt, nú höfum við góða mínútur. Það er sem að segja, Hlynur. Hlynur. Hann elskar að vera í klafsinu inn í teig og potunum inn. Hann reynda tók góða rist þarna, séu hann. Þarna. Ekki hvað ég vilja. Ég vilja, hann setur aðeins hendurnar í bakið á honum þarna, en gríðilega mikilvægt mark hjá Hlyn þarna. Eggert Aron vissi að hann myndi skora. Já. Hann vissi það. Það er enda út kvildur eftir að Steinar tók ballinn hjá honum. En nú sjáum við Jón Þór Ára beina mönnum bara fram, hann ætlar að sækja sigurinn. Sækja hann að sigur, á sjálfsögðu viljum við það hérna á heimavelli. Langar bolti fram. Hlynur vinnur hann aftur. Baldi nær boltanum hanna, finnum voru út af kantinum. Hann er rangstæður. Og pressurlósun hanna. Davíð er alveg brjálaður. Yfir hverju veit ég ekki alveg, en það hlýtur að vera að hann vilji handa bakgrindíku á. Þetta er brot á Hlyn, en það var bara ekkert í því. Nei. Árni kemur með hann fram. Viktor vinnur þennan. Já. Frábærlega gert, Steinar fær hann. Keyrir inn á teginn. Hvað gerir hann? Hann tekir skotið með vinstri. Hann liggur eftir. Viktor vann hennar bolta bara clean síndist mér. Sjáum Viktor rífur sig upp hérna. Já. Hann vinnur skallaboltan, hann er með hendurnar í hausnum á honum, þannig að hann þarf ekkert að dæma á þetta, hann getur vel verið að hann hafa meitt sig. Hann meitti sig sko. Já. En hann tekur hoppið eftir hann lendir, þannig að það segir mér að það sé ekkert á hann. 88 á klukkunni. Mér væntanlega einhver ágætis uppbót. Það er búið að menn búin að leggja aðeins hérna í seinni hálfleik. Kemur langur bolti fram. Eða hvað? Hann sjankar hann. Ingi baráttunni. Vinnur þetta vel þarna. En Árni Maron og nær þessu. Sækir hennan. Fá hann í gang. Val með boltan. Það vill bara hengja hann upp, sýnist mér. Já. Ingi. Nær á potunum. Sjáum hvað Viktor er sterkur í þessum atriðum hann upp á topp. Segull á boltan hann sko. Arnór á Steinar. Gerir Steinar. Finnur Arnór. Arnór nær ekki að koma hann aftur á Steinar. Hlynur gerir vel. Endur boltanum. Við höfum ekki brotnað hana. Arnór undri á réttum stað. Þeir skilja marga menn eftir uppi. Þannig við þurfum að færa boltan hraðar. Ekkert á þetta. Jú, hann dæmir. Og spjaldar Hlyn. Hlynur var með hann bara hitt ekki boltan. Já. Sjáum þetta aftur hérna. Indri gerir vel hérna, en er of seinna að losa boltan og tapar honum. Hlynur, já, hann bara stígur yfir boltan. Óöflegt. Það ætla Vestramenn væntanlega að hengja hann inn á teginn. Gera það, finna Benedikt. Það missir hann út af. Missir hann út af. Komið upp á Erum við búin að fá upp á þetta tíma? Ég hef ekki séð það. Hlýtur að vera lágmark í 3 mínútur.
hálfleiks. Við förum í 5 mínútur fram yfir. Já, ég verði til í það. Steinar heldur honum inn á, gerir vel. Vildi 10 mínútur. Og snýr Indriða snirtilega af sér þarna. Bara 4-4, Indriði vinnur tilbaka. Brýtur á honum, hann er hagnaður, vestarmenn halda boltanum. Og það er yngaðast Indriði vantilega að fá gult spjald þarna, réttilega. Davíð klappar. Ánægði með dómarann þarna. Fyrsta spjaldið, það er bara ekki rétt. Hlynur fekk spjald rétt á hann. En eru fljótur að gleyma. En vestarmenn er yngaðast, það er lítið eftir. Tökum við stíði hérna í dag, Andri, eða? Herru, vestarmenn boltan á hættulegu stað, kemur cross fyrir og hann skýtur rétt framhjá. Þetta er dauða færi. Baldur fær hann boltan út við bara á milli Martins og Vítabúns. Hittir ekki boltan og boltin rúllar framhjá stönginni. Þetta er dauða færi. Það er Ingi aleinn inn á miðjunni. Viktor. Hann taka næsta bolta. Aftur Hákon. Skallar hann út af. Vorandi tekur yngasti, vinnur bolti. Hann er svolítið langt frá mönnu núna. Hann er orðið þreyttur greinilega. Arnleifur burtu með þetta. Ingi vinnur skallan. Viktor keyrir eftir honum. Dæmdur Rangstad. Óþarfi hjá Viktor þarna. Hann getur ekki tekið rangstöðuna þarna. Ekki ætti að vera rangstæðir á eigin vallarhelming, það er rétt. Vestarmenn hengja hann inn á boxi núna. Já, sýnst þeir vilja sækja sigurinn líka. Það þurfum við bara að fá skyndisókninn á móti. Djúpasitt gerir þetta vel, fær boltan. Kemur cross eða hvað. Finnur hann inn á miðju. Tekur skærin góðu og skot, en Árni Marnover. Fór í stóru skærin þarna, Árni hittir boltan illa, missir hann upp í vindinn. Og það er innkast. Hlynur gerir frábærlega, Ingi fær boltan. Finnur Arnór Smára. Þetta er möguleiki. Steinar. Við erum með mann á fjær. Finnur Inga í svæðið, hægra megin. 2 á fjær. Sippar hann að vinni. Új! En Viktor er áfram með boltan. Kemur cross. Ingi Rangstad þarna. Og það er Var þetta síðasta tækifæri leiksins? Eða fá og veitu viðbót? Líklegt, en ég trúi. Það fer eftir hvað hann bæti við. Við erum komnir í 4 í uppbót. Það er 2 eftir, segir hann. 2 eftir, segir hann, ok. Það er séns. Kemur Hára upp, Hlynur upp í þetta. Djúpasitts vinnur, Árni fær hann beint í hendurnar. Hákon. Það var hann með boltan. Bara hengja þessu fram. Neglur sig upp á Viktor. Viktor. Hann er alltaf að fara að vinna þennan. Ármann kominn á ferðina. Það var hreinsið innkast. Arnleifur setur hann niður á Val. Svo setur hann væntanlega inn á boxið. Gerir það. Steinar á alveg á fjær. fjær. 1 og 1 hann á fjær. Það gerir hann. Hákon með boltan. Finnur Arnór. Hákon aftur. Finnur Steinar. Hákon er farinn. Það koma boltanum inn í teginn. Setur hann í Hákon og út af Svítismér. Hákon alltaf að vera með breitt bak. Fullt breytt að þetta. Það er þá mínúta eftir af þessu. Bara að vinna hann á skalla og keyra beint á þá. Kemur boltinn upp.
þennan bolta. Þeir sparka hann beint út af í innkast. Hákon var að flýta sér núna. Setur hann Árna Marino. Valdi pressar á hann. Árni gýrir vel á Hlyn. Hlynur upp með þetta. Fá hann upp í kringum Viktor. Viktor vinnur boltan. En töpum honum aftur og Baldi kominn einn í gegn en dæmdur rangstæður. Tæft varða. Og hann flautar til leiksloka. 1-1 niðurstaðan. Svekkjandi jafntefli en við komum tilbaka. Sanngjarn úrslit, Andri. Já, það ekki bara í bráðdöfum leik. Það kannski geta stólið þessu inn í restina þegar að Steinar komst upp að endamörkunum senda fyrir. Það var ekki mættur. Þetta voru litlu momentin í þessu leik sem skildi á milli sigurs og jafnteflis. En er eitthvað meira frá okkur? Við bara... Viltu mann leiksins? Ég vil mann leiksins frá þér. Frá mér? Já. Ég er að stjórna þessari úrslitingu, þú ert kóari. Sko, mér fannst Jón Gísli mjög góður í fyrri hálfleik og byrjun síðari hálfleiks. Já. Já, ætli við svitum þetta ekki bara annarkvort á Jón Gísla eða Viktor hinnlega. Hann var oft einn að bastlast þarna upp á topp og gerði það vel. Skilaði hann frá sér og vann skallabolta og... Það heyrið það, en við þökkum... Nei, setur Hlyn, hann skoraði. Við ætlum að gefa það. Það er small margins í þessu. Hlynur færi þetta. Það er gríðarlega mikilvægt að tapa ekki þessu leik. Sjáu ákveðin í hennum, hann hlaupa tilbaka, hann vill vinna. Hann vildi meira. En það er einhver reikistefna hérna hjá dómarunum. Kemur ekki á óvart. Og færi spjaldir á loft í restina. En næsti leikur í okkur, Andri. Hvað? Erum við ekki að fara í 3 leikja úti? Við erum að fara til Grindavíkur. Við erum að fara til Grindavíkur. Það er gríðarlega mikilvæg leikur. Já. Úrslit í öðru leikjum. Ertu með það? Finnum að bara spjálna á miðinni. Grótta vinnur Grindavík 2-0, Leiknir vinnur Selfoss 2-4. Ægir vinnur Njarðvík 1-0. Heitt undir í Njarðvík. En ef við ekki bara ans að þakka fyrir okkur og klára þetta. Stórskemmtilegt að vera með þér. Já, bara sömuleiðis vinnur. Arnar Már, þakka fyrir sig. Andri Júlíusson, gerir slíkt í sama. Þangað til næst, áfram í